ekki að byrja að tala snilda drykkin hérna því að hann einn á borðunum. Já. Svo við hrósum aðeins Núm og Elínu. Já, hann æðislegur. Það eitthvað hérna, líkamann á manni segir svolítið já við þessu. En þú kannski getur svarað því betur en ég sá einhvers staðar að það væri möguleiki að gefa fólki kókosvatni æð, af því það væri alveg sömu steinefni eins og í líkamann. Hef ekki heyrt þetta, en make a sense. Heyrðu, hvað er að byrja? Sko, þú það næringafræðingur og hefur undanfarið verið að tala mikið heilsu og næringu og stundum svona aðeins, hvað maður að segja, svona unorthodox, svona aðeins út fyrir það sem að kerfið er að segja fólki. Já. En ég forveitin kannski bara fyrst, þú veist, að því að nú þekki ég svo mikið af fólki sem að fer að pæla mikið í heilsu og oft er einhver persónulega ástæða fyrir því að fólk endar þar. Hvernig er það í þínu tilviki? 100%. Það er bara þannig. Ég held samt því ég var lítil, ég svona merkið að ég átti með draum. Ég ólst upp á Vopnafirði og ég átti með draum þegar ég var inn í eldhúsi á ömmu minni að bardúsa og hún fylgdist rosalega mikið með það sem var að upplýsingar sem var að koma frá Matvælastofnun sem var þá. Og ég man að ég hugsaði bara svona þetta væri það sem mig langaði að gera, eitthvað svona matartengt. Og ég gæti ekkert merta þá, hvort það verið að vera kokkur eða næringafræðingur eða hvað það var. En svo hugsa maður lítill í sér og ég var ekkert eitthvað briller í skóla þegar ég var lítil, ég var greinlega með ADHD og alls konar sem að kannski útskýri margt, en þá hugsaði ég alltaf bara að þetta væri eitthvað sem ég gæti ekki gert. Og átti draum, samt einhvers staðar í hugar fylgsninu og svo gerist lífið. Ég er svona tvítugt, ég bý í Reykjavík, ég er í kvöldskóla að taka stúdentspróf, fljótlega kynnist ég manni sem að ég giftist síðan og eignaðist 2 börn með og svo tapa ég heilsunni, bara einn góðan við þetta, nýbúin að eiga dóttur mína og það er mjög skrítið, ég átti fyrirtæki með vinkonum minni og það var mikið álag á okkur, ég var bara 30 og ég finna að eftir fæðingu að það gerðist eitthvað, fæðingi gekk vel, ég misti ekki mikið blóð, það var ekki hægt að merkja neitt. Ég var bara þreytt og járnlaus, þannig ég fæ blóð í æð og ég finn bara líka minn hjá mér, öskra bara nei, ekki fátu blóð. Og ég segi oft, ég er með svona innsæi sem að ég merkit oft þegar með eitthvað, að ég bara líka minn segi nei. Og ég þurfti samt að fá þetta blóð, ég var járnlaus og ég grét alla tíman ef ég var að dæla blóðinu inn í mig. Og þetta er svo skrítið, þær voru bara svona, já þetta er bara hormónarnir og þetta skiptir engu máli út bara að fá blóð og en eftir þetta byrjaði ég að veikjast. Áhugavert. Og ég hef aldrei kafað almennilega ofan í þetta, en ég finn alltaf núna þegar ég fann að hugleiða og annað og ég er að fara í veikindi mín, þá byrja ég alltaf þarna. Þetta er upphafið af þessu tímabili sem að tók svo bara, næstu í líf mitt. Ég fyrir einhvern veginn að hugsa, ég hef aldrei hugsað þetta á það þegar þú segir þetta. Það var fyrsta sem ég hugsa, maður fær blóðgjöf. Og þú veist, vísindin segja að þú ert í einhverjum blóðflokki, en þú ert náttúrulega líka kannski að fá orku frá manneskinni. Það er allavega eitthvað. Þú fá blóð sem er ekki þitt. Já. Af því að það minnst einhvern veginn svo að lýsa ykkur að bara systemið segir bara nei, ekki þetta blóð. Já. Og af hverju ætti það að vera? Því maður hugsa sko, inn á spítala þá ætti þetta náttúrulega að vera réttu blóðflokkur og allt þetta að vera í lagi þannig sko. Já, og sko það sem ég fæ sjálfsofnæmi með sjúkdóm, ég ræðist á kerfið mitt. Út frá þessari blóðgjöf? Sko, þetta gerist í lok október. Við erum alveg á því að ég og fyrirmyndi maðurinn minn að það gerðist eitthvað því ég kem heim og hann er að vekja mig á nóttunum til að gefa litlu dóttur okkar. Þú veist, ég vaknaði ekki eins og ég byrjaði bara á okkur svona þreytu, svo var bara, já, ég var nýbúin að selja fyrirtæki, ég var þreytt þegar ég fór í fæðinguna. Ég merki þetta ekki, blóðgjöfuna, fyrir löngu seinna þegar ég fer bara í rauninni í hugleiðslur og bara fer inn í þetta. Og þá kem ég alltaf á þennan stað frá blóðgjöfinni. Og mamma hefur sagt mér, hún sagði það er pottþétt, það gerðist eitthvað þegar þú varst svo þreytt, þú varst svo undirlögð og svo byrjaði bara í janúar, ári eftir, eða 2 mánuði síðar,
þá byrjaði ég bara svona að dofna í útlimum og það var náttúrulega, ég var með mjólk í brjóstunum og með stór brjóst og þetta var svo mikið álag á mig og ég var með svo mikla vöðbólgu og leitaði til lækna og þetta var svo mikil sársauki og ég man eftir ég spurði hjúkur, ég bara, á að vera svona sárt að vera með vöðbólgu og það bara, já, getur verið þrýst á okkur taugar og ég held að í auðmýktinni bara, já, bara náttúrulega embracea ég lítið barn og svo annað 5 ára svo bara fyrir að lamast lærvöfði, svo tærnar og svo bara smá saman ég að missa mátt það til einn daginn ég gat ekki kynkt mat og ennþá ég í bara svona, ég ætla ekki að láta hafa fyrir mér, ég hringdi, ég var með vinkonum mínar í mat, þar var nú einhverju hjúkrunarfræðingar og þær segja oft, það var svo átakalegt, þú var svo þjáð, þetta var svo sárt og ég segi við þær að tala um einhverja unga konu sem var inn á Grensás og ég bara, hvernig kemst maður á þangað? Það gættu hvað svo óskar. Já. Og ég sagði bara, til að fá hvíld, ég þarf hvíld. Og þennan dag þá hringdi ég inn í heilsugæslustöð í Hlíðunum, þar var kona, læknir, einhver hluta vegna fæ í samband við hana. Hún var nýkomin frá Frakklandi, þar sem hún hafði tekið starfsþjálfun og verið á deild með Guillain-Barré syndrom sem að reynir svo vera það sem var að hjá mér. Sem sjálfsofnæmi, ég ræðst á taugafrumuna og í rauninni bara eyði mýginu slíðinu út af fruminni þannig ég missi allar mátt og þannig það svona upphafið að langri baráttu sem endaði síðan í bataferli sem tók mörg ár. Sko þegar ég heyri þið tala núna þá hugsa ég alltaf þú veist maður heyrir stundum umræðum og þá ég ekki að gera lítið úr því að það alveg til fólk sem bara latt og með lélegan lífstíl og þegar það verið að tala um hluti eins og kulnun og eitthvað svona og maður sér stundum jafnvel oft unga kallmenn svona tala þetta niður þetta sé nú allt bara kjaftaði og þá hugsa ég alltaf bara hvað þetta vera þakklátur fyrir að hafa ekki farið í gegnum eins og þau segja því það ekki svo mikið að duglegu fólki sem allt í henni gerist eitthvað fyrir heilsuna þína og allur viljiðinn og viljastyrkur vill gera eitthvað en líkaminn bara ekki með sko. Nei, það var bara nákvæmlega þannig. Önnur kona sem hefur nú komið inn á nokkur svona Guðrún Bergmann og hún sko þú veist var fyrir kynferðisofbeldi sem barn og svo var hún bara komið með magasár 10 ára og það var leiðin hennar inn í að vera síðan expert í heilsu því bara þú veist að fara í gegnum svo mörg ár þar sem voru alltaf meltingumvandamál og þú veist þannig að mér langaði ekki að spyrja það næstum bara þú veist þú segir bataferli sem tók mörg ár þú veist að þessi þolinmæði að sérstaklega þú ert að tala um hluti eins og sko hvort sem að vefjagigt sjálfsofnæmi sjúkdómar eitthvað sem svona það sem þú veist þetta ekki eins og bara fóbrotnir og þú þarf bara í gifs og svo bara gróir beinið þetta svona einhvern veginn 2 skref áfram 1 aftur og bak þú ert að reyna að læra á lífstíðin reyna að læra hvað áttur að borða þú veist hvernig ert að hvíla þig og þetta verður svo þreytandi. Já, sko, málið það að þú hefur ekki kraft eins til að hugsa hvað allar borða eða hvað allar gera. Því ég kem heim, árið síðar, eftir þetta ferðalag mitt þarna upp í heilsugæsluna þegar ég var svo send á bráðamóttöku. Og ég man alltaf eftir, sko, á bráðamóttökunni þá spyr ég kvöldið, þeir greina mig svona miðnætti þetta kvöld. Og ég var svo glöð að ég fengi að vita hvað var að mér. Að þau auðvitað lætist það með grunur að vera eitthvað alvarlegt eins og MND og eitthvað. Og sem betur fyrir ég var heppin og þú veist ég þakklátt fyrir það en ég sko ég bað og ég man ég spurði í bara sko þvílíkum vanmætti yfir sársauka getið svæft mig bara til að ég hætti að finna til og það var og þá ég hafði eiginlega ekkert ég bar bara sársaukan inn í mér einhvern veginn ég hugsaði bara þú veist það var svo skrítið, ég er svo opinn og var alltaf með boð og gera eitthvað en svo þegar koma mér sjálfrið þá bara innbyrði ég sársaukan bara fyrir, og hélt honum svolítið fyrir mig þannig fyrir bara að segja, þetta gengur ekki ég finn til og þetta var sko, þeir segja sko með svona taugaverki sem að þeir voru sko frá hverli hérna og alveg niður bara sko stingandi verkir en þetta, þú veist, ég þakklátt þetta fór vel, en þetta var ferðalag og lærdómur. Hvað með svona miðan við að því nú veit ég að þú svona garfa mikið í heilsu og mér langaði með kannski svona að spyrja það líka út í bara hvaða leiðir þú notaðir í þessu bataferli, en hvernig með sko að því minnst alveg 2 leiðir til þess að líta á sko þetta svona rifur upp fyrir mér þegar að ég
hrundi árið 2007 og ég vissi aldrei, þú veist, það var áður en það var komið eitthvað sem ættir að kalla kulnun eða eitthvað, en þetta byrjaði með tampínu. Ég var í New York í einhverju fréttaferð fyrir Stöð 2, kerfið mitt eftir á að hyggja, þá sá ég það ekki, en eftir á að hyggja sé ég var bara, þú veist, það er bara næsti kaffibolli og næsti kaffibolli, ég var ungur og vitlaus og þú veist, ég var að gnýsta tönnum og næturna, það voru alveg svona undirliggjandi teikn sem ég myndi alveg spotta núna, en þá var bara, þú veist, allt í henni, ég fann bara að ég var að byrja að vera þreyttur og ég fann ég var ekki alveg eins veitur og svo bara keyra áfram og ég var farin að taka viðtöl og sjá viðmælandina mína tvöfalt, en bara áfram, eitthvað, hérna, hlýta að vera með eitthvað flensu og eitthvað svona, svo ég hérna í New York og fæði tampínu og tampínu er náttúrulega svolítið, þú veist, þetta var alveg grimt, þetta var hérna svona rótarfyllinga. Já, ég ætla að segja, var þetta rótarfylling? Já, og þá, þú veist, er það svo aggressíft að taugakerfið, þar bara byrjaði einhver hrina einkennum og ég bara þarna frá september og fram á næsta vor. Ég held ég að farið til, þú veist, 10 sérfræðilækna og það hljóma mjög vanþakklátt og ég þú veist, eins og þú segir, þakkláttur fyrir að það var ekki. En ég var næstuði farin að óska þess að ég myndi greinast með eitthvað alvarlegt, þannig ég myndi allavega hætta að þurfa að rífa mig niður fyrir að vera með öll þessi einkenni, en ég er ekki minnin að það er ekkert að mér, skilur við. Og þá fyrir ég að hugsa, sko, þegar þú ert að tala um þitt með blóðið, þú veist, eitt er að það er eitthvað sem triggerar, þú veist, hvort sem að það er mitt fólk sem hefur fengið long COVID eða fólk sem veikist eftir sprauturnar eða, eins og í þínu tilviki blóðgjöf, mínu tilviki tampína, þetta, þú veist, sumir eru svo óhefnir að þeir bara eru við hestaheilsu og svo fá þeir eina matareitrun og það fer allt í steik. En oft á tíðum er kerfið orðið þreytt og í mínu tilviki held ég að ef það hefði ekki verið tampína þá hefði það bara verið eitthvað annað, skilur við? Ég er 100% sammála. Við erum búin að misbjóða kerfinu með streitu. Streitan er verst, hún er í rauninni versti óvinur okkar. Og það sem að ég held, það sem gerist þegar ég legg upp á Grensás er náttúrulega ég fæ bara, þú veist, þegar ég var búið að vinna á sársauka og ég var svona á bataferli, þá var það bara þessi hvíld. En svo náttúrulega taka börnin við þegar ég kem heim. Og þá átti lífið bara að verða eðlilegt. En ég held eins og til dæmis með öll inngrip, eins og inngrip rótfylling. Það getur haft áhrif. Það er verið að setja í því efni sem getur haft áhrif á taugarnar. Og þetta er alveg, ef þú skoðar þetta núna, þá hefðirðu kannski beint spjótum strax af rótafyllingunni. Og ég spyr oft fólk, þegar kemur tíminn og heilsan er vonlaus, þess að förum yfir söguna. Þú veist, er þetta áfall? Í æsku sem er að poppa upp, er þetta svona fyrstu matareitrun, hefur verið erlendis, getur þetta verið sníkjudýr, það er bara alls konar sem getur verið, sem er ekki spurt á öðrum heilbrigðisstofnunum. Einmitt, af því ég var núna bara á mánudaginn, tók ég fund, það er náungi sem ég er búin að vera að skoða svolítið á Instagram, hann var hérna keppnismaður í bardaíþróttum og svo allt í einu bara hrundan gjörsamlega og hann er búin að verja, ég veit ekki hvað með peningum í heilsunni sínu og nú er hann búin að búa til prótokól þar sem það bara ráðist á, þú veist, fyrst er farið í að reynsa meltinguna, svo er farið í að reynsa þungmálma, svo er farið í að losa sníkjudýr og þetta er bara gert í svona prótokóli og ég bara þegar, þú veist, eins og þetta er náttúrulega alltaf svolítið vinna að gera svona hluti, en bara þegar ég er að fá útlistun á þessu, ég held að gæti í nútíma samfélagi nánast allir haft gott að því að fara í gegnum svona prótokól, af því þú veist bara, maður hugsa bara allt þetta mikroplastik sem er í öllu þessi eiturefni, þungmálmar, ofan og alla streituna, sko. Að, þú veist, líkaminn er frábæri að laga sjálf á sig, þangað til brunnurinn orðið fullur, þá á hann ekki lengur breyk. Ég lýsi svo oft sem bara vasklasi. Þess að við komumst upp með að sullast ekki yfir, svo kemur ykkur bara smá og þá bara yfirfyllist. Þá getur verið erfitt að ná sér aftur á réttan stað. Ég var svo heppin, ég fór alla þess að leið sem þú varst að lýsa. Ég fór sérst til Danmörku í næringaþerapíu og þar var ég, sérst endaði ég var í 3 ár og fór alltaf bara svona af og til, þetta var vika og helgar í senn og það endaði á því ég fastaði í viku til að hreinsa út bara sníkjudýr, þungamálma. Ég varð svo veik og það var engin svona veikur og ég... Á meðan þetta var að fara út? Já, við vorum bara upp í sveit, geggjað aðstoð, geggjað veður, þetta var í ágúst og... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.